Það komið að kompakki aldarinnar eða afturgöngu aldarinnar. Kaffibrúsakallarnir hafa fundið hvort annan á ný og ætla að leiða hesta sínan saman nú 30 árum síðar. Þeir eru komnir hingað til okkar, Gísli Rúnar Jónsson og Júlíus Brjánsson, bjóðum þá hjartanlega velkomna. Sælir og velkomnir. Má ég biðja þig, Gísli, að koma aðeins nær honum? Júla, já. Hvernig, segið mér nú aðeins, hvernig urðu kaffibrúsakallarnir til? Já, nú stórt spurt. Já. Hvað gerðist? Gísli, vilt þú ekki? Í stuttumáli þá bara vantaði tvo skemmtikrafta fyrir nýja þátt sem var að hefði göngu sín í sjónvarpinu 1972 í stjórn Jónasar R. Jónssonar og Egils Eðvarssonar. Við sittum hér í stjórnvölinn og einhverju hluta vegna lentu við nú þarna við Júlíus, allsendis óþekktir. Voru þið gamlir vinnir eða? Já, við vorum verið saman í leiklistaskóla hjá Ævari Kvaran. Já. Og vorum svona kunnir og ætluðum okkur nú einhvern svona fram á þessu sviði. Þarna lentu við fyrir svona eiginlega staka tilvíðum. Og þetta má þá segja það að þetta hafi verið upphafið á ykkar leiklistaferli, Júlíus? Já, við lítum svo að þetta hafi verið byrjunin. Þetta var byrjunin? Já. Og hvernig tók fólk þessu nú? Hvernig var ykkur tekið? Frekar hlýlega. Frekar hlýlega, já. Það var eiginlega, við urðum með svari sko eiginlega eftir þetta var sendt út þessi þáttur hér kvöldstund í sjónvarpssal, ég var rétt, og sendur út semst annan hvern laugardag. Já. Og við tókum eftir svona fyrstu 2 helgarnar að fólk var farið að gjóa augunum eftir manni út á götu sem var mjög nýstálegt fyrir brygðu sko. Á þeim tíma? Já, á þeim tíma sko. Og já. Þú nú þurfti að þola þetta allar götur síðan og þú sennilega líka, ekki rétt? Já, svona með tilbrigðum sko. Já. En þetta var dálítið skrítið vegna þess að við áttum alls ekki vona á þessum viðbrögðum. Þetta var nýtt, þetta var allt öðruvísi heldur en öðruvísi húmor og svona nálgunin að þessu skemmtiatriði var svo gjörsamlega á skjön við að það sem var að gerast þá sko. Þá voru þetta eftirhermur og gamavísur sko. Svo komu svona bara litlir stuttir brandarar. Þannig að kaffibrúsakallarnir hafa verið réttir menn á réttum tíma? Já, greinilega. Og þetta voru svona alveg svo örstuttir brandar rauninni þetta var. Það kom músikatriði og svo kom Ríó-tríóð og þeir kynntu og svo allt í einu var skotið inn á þessa 2 kalla og við þögðum mest, sögðum eiginlega ekki neitt, svo allt í einu kom fyrirspurn frá honum og eitt svar og svo búið. Og man alltaf eftir við hittum félaga Júlíusar Norra Akureyri skömmu eftir að þetta var svona vinsælt og hann sagði sko sem átti hann var ekki alveg búinn að ná þessu sko. Nei. Hann sagði sko, skrítið, þetta einhverjir anskotans brandar, þetta er svo stutt þetta helvíti. Af því að það var alltaf stutt sko, brandar voru mjög langir sko. Já, löng saga og svo pöns. En þarna bara var þetta búið á þannig að hann var eiginlega búinn átt að sjá því sko. Maður þurfti að hlusta sem sagt. Þetta hlusta vel. Heyrðu, við skulum aðeins líta á það hvernig þeir voru þá. Ég fæddist upp í England, já afi minn og frænka. Það var utan fyrir Manchester í sveitið. Heyrðu, það er agalegt með hana mín maður. Greiði bara misti allar stjálfeyrunar. Hvernig varstu redda því? Ég bara lét kona mín að sauma á hann gallabuxur. Gallabuxur? Já. Það hlýtur að hræðilegt að sjá hann í gallabuxum. Nei, það er nú ekkert sérstaklega hræðilegt, en það er langt hræðilegt að sjá þegar hann heldur hænunum með annarra löppinni og hneppur buxnaklunni frá mig. Minnst þú ættum að fara oftar í bað? Hvaða vitleysi fyrir bað hverju mínútu degi? Já, en minnst þú ættum að þá ætlaðu að skipta oftar vatn. Sjóndið ánar, árdags í ljóma, uppvís í bjóðið og skipist í sveit. Ég held ég skilji bara við konuna. Af hverju? Hún heimtar að fá að hafa geitin í svefnherberginu og ég bara þoli ekki lyktina þeim. Og af hverju opnar ekki bara glugga? Þú brjálar og hleyp út öllum dúunum mínum. Góðan daginn, eigið plötuna þarna. Dirririndindin, 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 dirririndindin. Nei, því miður við erum hægt.
Já, kaffibrúsa kallarnir. Þetta náttúrulega orðin algjör klassík. Já. Verður Já. ekki, en hvað, verður ekkert erfitt að endurvekja þessa félag? Þeir hafa nú kannski aðeins elst eða hvað? Nei, mér sýnist, þegar maður sér þetta... Minnst þér ellilegri þarna? Já. En það var yfirlega haldið, ég man eftir því sko þegar Skondama, ég var spurður um daginn hver bjóð til þetta nafn kaffibrúsakallarnir. Það var spurður að því að blaðamaður sem spurði mig, ég sagði sem satt var, það voru áhorfendur sem bygguðu til, við hétum ekki neitt. En það var að ringja heim til mín, heim til foreldra minna, þar sem ég bjó, kornungur, ég er 19 ára gamall þarna, og spurt, er þetta að fá kaffibrúsakallarnir sem skemmta? Og móðir mín hváði, kaffi hvað? Og fólk búið að skýra á kaffibrúsakallarna. Og ég var þá 19 ára og fólk hélt yfirlega að vera að tala við konuna mína, það var móðir mín 50 sko. Þannig að ég segi, ég held að þessi miklu ellegri þarna heldur en við erum í dag, þetta er ekki? Já, þetta er spurning einhver nokkur grömm og einhver hár, grá, öðru leyti... Svo bara attitút. Já, svo bara attitút og samfestingur. Já, en eigið þið nú að bröndur? Eru þið núna að semja nýja brandara? Jú, við vorum ekki í því. Það erum að rifja upp stílinn sko, það gamla stíl sko, og náttúrulega ætlum að segja eitthvað af gömlu bröndurinn líka sko. En hérna, málið er nefnilega að það sem við ætlum að gera, að því við ætlum að halda upp á þetta 30 ára afmælið þeirra, þá ætlum að gera það sem er búið að biðja okkur að gera í síðastliðin 29 ár, þegar við vorum bara í 1 ár, svo hættum við. Ég veit. Og það er að koma fram aftur sko, koma fram aftur. Og þannig að við erum að tína til gamla brandara og búa til eitthvað nýjum. Hvernig semjið þið brandarana saman? Gerðu það þetta árið þarna þegar þið voru saman? Já, það mestmegnis, sko, þetta týndum við upp svona eitthvað sem gatt og löguðum til, en mest af þessu þetta er nú svona dálítið sérstakur stíl og þeir verðu að vera í þessum dúr, sko. Viltu segja brandaran, þarna, viltu tebrandaran? Nei, hann er ekki í þessum stíl. Nei, það þarf sko fyrstulega höfundinn og besta túlkanda þessa stílbrigði sem er Latti sko. Ég skil, ok, þannig að við fáum þetta ekki núna. En hvað er hann að sýsla þessa dagana? Er líf eftir Björgvin Halldórsson, Gísli? Það getur verið sko hart í ári eftir Björgvin Halldórsson, en jú, það er það. Ég er enn í 2 ára fríi frá svona leiklistaríðkun allri og er að þýða og skrifa. En þá ætla að gera það. Þangað til ég klára þetta bindindi og við Júli höldum upp á þetta. Með því að fara að leika aftur krafti. En þú, Július? Já, ég er bara svona viðlúðandi þessi leiklistarstörf sem ég er búinn að vera svona laust og bundi í 30 ár, sko. Og sérstaklega þó ég er að leika núna í gamanleik út í Borgarleikhúsinu og svo reynir maður að framflytja sér að þessu við tókum þessa ákvörðun að snúa okkur að gamanleik sem við höfum verið að reyna að ná einhverjum árangri í þessi 30 ár og Gísli er orðinn ágætur, sko. Já. Júli er að næfa sig. Ég er að næfa mig, sko. En það erum við það ungir að Nákvæmlega. En það verður skemmtilegt að fylgjast með þessu og þið ætlið væntanlega að vera með stórsýningu þegar kompakki verður gert opinbert, eða hvað? Já, bara eina stórsýningu. Við erum ekki búin að staðsetja hann alveg, en hún verður núna áður en að sko, með hækkandi sól. Með hækkandi sól. Og það er ekki hægt að halda upp á svona. En svo ætlum við að gera enn betur í haust. Þá ætlum við að sko, í tilefni þessa áfanga, 30 ára leikafmælis. Og svo er nú Júli nýorðinn 50 og ég stend á 50 og það er hræðilegt að heyra sjálfan sem segja þetta. Það eru 100 ár í sófanum. Og nokkri þeirra sem að standa okkur næst í þessum gamanleikja viðskiptum, showbusiness eins og þetta er á einsku, eins og Edda Björgvins sem er 50 árunum blessun og heldur upp á 25 ára afmæli sitt, það er ekki.
að við ætlum að færa á svið. Bara þannig að fólk skilji þetta, hún er 50, hún er alltaf búið 25 ára afmæli sitt. Hún er alltaf búið 25 ára afmæli sitt, en búið að leika í 50 ár. Og við ætlum að færa upp gamanleik í tilefni þess Arna, ásamt fleirum að svona, nokkurum ástælustu gamanleikurum þjóðarinnar, ef þetta orðað þannig. Það verður með haustinn. Frábært. Heyrðu, Kaffi Brúsakallar, þakka ykkur kærlega fyrir komuna. En þessi þáttur er víst löngu sprunginn og ég ætla að kveðja í flýti og við sjáumst öll hérna í næstu viku.